Það komið sæl, synir Egils eru að hefja göngu á ný, svona síðsumars dagskrá samstöðurinnar, við erum að koma aftur eftir langt sumafrí, en þáttun bara eins og hann hefur verið með sama sniði hér og eftir koma 3 manneskjur, það eru Eyrún Magnúsdóttir sem stofnandi og ritstjóri Kímaldsins, Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður Rithöfundasambandsins og Þóra Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðlanefndar. Við ætlum að ræða stöðu fjölmiðla og líka varðandi það að hvað íslensk fyrirtæki auglýsa mikið á erlendum vefsíðum en lítið hér heima og hvort þetta sé ekki líka bara ógn við íslenskuna. En við fyrir nánar út í það og eftir og reynda þegar það búið þá ætlum við bara aðeins að spjalla pólitíkina svona með okkar hætti en komum á vettvangi dagsins og það góði gestir. Bjarni Benediktsson, verður velkominn. Takk. Daði Már. Takk fyrir. Og Halla Gunnarsdóttir, verður velkominn. Takk. Já, það hérna áður en við fórum loftið, þá vorum að tala Evrópusambandið umræðuna. Finnst ykkur nú yfirgengileg, Bjarni? Ég veit ekki, því var nú haldið fram að hún allt of lítil vegna þess að boða væri til kosningar í lok sumars og Íslendingar væri í fríi og með hugan við annað en nú heyrir maður að fólki þykir kannski full mikið rætt Evrópusambandið þannig að þetta kannski fyrir öfgan á milli. Nei, þetta ekki bara svona eins og við var að búast? Jú, ég held það og ég held reyndar að svona uppistaðan af umræðinni sé eftir, sko. Ég held að gerist langt mest síðustu 2-3 vikurnar. Já. Daði, þið Ríkisson, Kristrún búin að boða það, hún ætla að koma inn í umræðuna, það ekki? Nú hefur svo sumlega byrjað og hefur verið að taka meira svona til sín í henni. Þetta er eina af þessum spurningum sem að ég held að sé, og við sjáum það líka á skoðanakönnunum, kannski þverpólitískari en mjög margt sem við annars sjáum. Ég tek eftir því að forystumenn ýmissa flokka eru og öndverið meiði við kjósendur sína og það er svona margt athyglisvert í þessu og ég held að hafi bara verið mjög gott hvað umræðan hefur að mörgu leyti verið opin og margir hafa tjáð sig. Þetta hefur maður alltaf ágjörð því að ekki sé allt málefnalegt en það er alveg rétt sem þið voru að segja þetta verið miklu líflegri umræða heldur en menn kannski óttuðust af því að svona sumarið er nú oft tímið þar sem fólk er að hugsa annað. Kannski rigningin suðvestanlands hefur hjálpað til að skapa svigrúm fyrir Evrópuumræðu. En kollega þínir, Halla, það var verið svona tjáð sig meira en þú hefur gert. Að þú spurður upphæðlega hvort að okkur finnst umræðan vera ómikil, þá finnst mér hún vera ómikil, ekki vegna þess að efnið verðskuldi það ekki, það gerir það, heldur vegna tímasetningarinnar. En þess að 2 dögum fyrir þessu atkvæðagreiðslu þá fáum við mælingu á vísitölu neysluverðs sem mun sýna fram á forsendur kjarasamninga eru brostnar. Þannig að það er svona umræðan sem við höfum verið að einbeita okkur að og einblína á og hefur kannski fundist falla svolítið í skuggan af þessari atkvæðagreiðslu. En þess að þetta er auðvitað stóra viðfangsefni núna í íslensku samfélagi og íslensku efnahagslífi. En Gunnar Smári. Þú lítið tekið þátt í umræðinni. Þú ekki tekið mikið þátt í umræðinni. Ég gerir það ekki ef það er nóg að öðrum til þess. Jónas Kristjánsson ráðlagði með einhvern tíma þegar ég var ungur maður að ekki svara neinu nema að maður hefði eitthvað nýtt fram að leggja. Og ég hef ekki bara neitt til viðbótar við það sem maður sagt. Mér sýnst ekki vanta neitt upp á umræðina í Evrópusambandið. En kannski af hverju þetta er á dagskrá núna, mér finnst allt í lagi að velta því upp eins og Halla gerir. Það sem Kristrún benti á fyrir 2 árum var að þetta væri ekki álitamál sem ætti að leggja fyrir þjóðina vegna þess að það myndi trufla annað og ég held að það sé ákveðin vandi. Eins og við sjáum, þetta er náttúrulega svo risamál að þetta tekur allt sviðið. En það eru nærtækari vandi sem við erum með eins og það þarf að tryggja áframhald kjarasamninga, býst ég við, að ríkisstjórnin ætti að vera upptekin af því og samtök atvinnulífsins og AFR. Og fjármálaráðherra, þetta eru með bara. En á sama tíma þá er allur fókusinn á Evrópusambandið eins og það sé lausnin. Ég meina, þó svo við værum að fara inn í Evrópusambandið, þá er hellingur eftir að gera til þess að fylla skilyrðar til þess að taka upp evru. Það er alls konar verkefni sem að stjórnmálin ætti að snúast og aðilar vinnumarkaðir svo kallar.
Já, skoðum það sem Halla sagði, ef að hérna það bara eiginlega ekkert sem kemur í veg fyrir það að samningur sagt upp, ekki að skilja það rétt. Það ekki gefið þessi samningur, það getur verið þessi endursamið. Það ekkert sem kemur í veg fyrir eða fátt sem getur komið í veg fyrir að forsenduákvæði virkist, það það sem að Halla var að segja. Að forsendubresti, já. Já, en þá það bara spurningin hver staðan? Vinuði þá segja upp þessum samningum? Og hvað þá? Það sem við höfum sagt og lagt þung áherslu á núna mánuðum saman mikilvægi þess að grípa til aðgerða þegar í stað. Þegar núgildandi kjarasamningar voru þetta gerðir með vonum og væntingum að verðbólga færi niður og stýrivextir leið. Og við búum ennþá og erum búin að búa núna í næstu í 4 ár við gríðarlega hávaxtastefnu sem að býtur fólk mjög illa. Og við vorum auðvitað vonast til þess að núna yfir sumarmánuðina og vormánuðina þá sæjum við eitthvað á spilin bæði hjá atvinnurekendum og ríkisstjórninni hvað þau og stjórnvöldum sveitarfélögunum, hvað þau ætluðu að gera til þess að reyna að skapa hérna forsendur fyrir því að við gætum farið inn í okkar bakland og sagt við skulum reyna þetta áfram. Við lítum eins og svo á að nú sé líða sumar án aðgerða, fókusun annars staðar. Og þegar við stöndum fram fyrir því að vera með kjarasamningsbundnar hækkanir sem eru undir verðbólgu á sama tíma og fólk náttúrulega lendir í mjög mikilli aukinni auknum greiðslum vegna húsnæðis að þá ekkert annað tæki sem við höfum en að sækja það í gegnum launahækkanir, sækja leiðréttingu í gegnum launahækkanir, það eina tæki sem við höfum og við höfum alveg verið skýr á því að ef ekkert annað kemur til ef að hinir aðilendar sem ætluðu að taka þessu ábyrgð með okkur en við lítum svo að hafa ekki gert það, að minnstu kosti ekki fyllilega, kom ekki inn í þetta líka, þá sjáum við ekkert annað í stöðunni en að fara fram á leiðréttingu. Jú, og þetta svona það sem að Seðlabankinn hefur verið að vara sérstaklega við og ítrekað bara á hverjum fundurum og eftir öðrum þegar að vextir eru endur ákvarðaðir. Það að segja að þetta mál baráttan við verðbólguna verði ekki leyst með frekari launahækkunum sem að eru þegar orðnar langt meiri heldur en að var samið í síðustu kjarasamningum og laun á Íslandi á hverja vinnustund með því hæsta sem að sést. En þá það ekki þá svona launaskrið sem að eiginlega sök fyrirtækina? Sko það skapast ástand, auðvitað eru fyrirtækin ekki að taka þátt í launaskriði bara svona að ganni sínu sko. Það skapast ástand í samfélaginu þar sem það of mikið spenna, of mikið hiti á öllum vélunum. Og ég held að sé samverkandi þættir sem eru þar að baki. Laun hafa líka hækkað mikið hjá sveitarfélögum og hjá ríkinu og við getum leitt eitt löngum tíma í það að greina það nákvæmlega og ég held að við verðum seint alveg sammála það nákvæmlega hverjar orsakirnar voru en við vitum að það varð of mikið hiti. Forsendu ákvæðin sem að við erum að ræða hér sem að skipta miklu máli og það gildir bæði fyrir launþegana og atvinnurekendur að það eru miklir hagsmunir fólgnir í því að ná verðbólgu og vöxtum niður voru sett inn ekki síst til að tryggja kaupmátt launana. Nú þegar hafa launin samkvæmt öllum mælingum og við erum í samstarfi ASÍ, SA og stjórnvöld með kjara tölfræðinefndinni að greina það sem hefur verið að gerast hjá einstaka tekjutíundum undanfarin ár og niðurstaðan ótvírætt sú að okkur hefur tekist að auka kaupmátt tekjutíundana. Það kunna vera hópar sem að Halla kannski sérstaklega vísa til sem að hafa brunnið inn í þessu ástandi, fengið mun þyngri húsnæðisbyrði með hærri vöxtum. Ég hef ekki síður áhyggjur af þeim sem hafa ekki ennþá komist inn á húsnæðismarkaðinn. Það hópur sem er kannski í vestri stöðu vegna þess að hinn verðtryggðu löngu lán þau veita töluvert mikil skjól þegar það kemur svona verðbólgu kúfur. En hins vegar nemendur í háskólanum eða annars staðar í starfsnámi hvar þau eru á leiðin inn á vinnumarkaðinn. Þau sjá sífellt hærri vegg sem hindrun inn á húsnæðismarkaðinn.
það er eiginfjárframlagið og síðan það að standast greiðslumatið. Og þurfum að borga svívirðilega háa leigu á meðan það býður. Já, og það er líka vandamál að það getur reynst mjög erfitt að safna upp í eiginfjárframlagið út af þessu. Þannig að það er hópur sem ég held við ættum líka að hafa áhyggjur af. Og mín varnar orði eru þá bara í raun og veru þau. Það bætir ekki stuð annara Nei, en við getum ekki hellt olíu á eldinn og haldið að það leysi málið Við þurfum að ná höndum saman, launþegahreyfingin með stjórnvöldum, atvinnulífi og við þurfum að grípa til aðgerða sem eru líklegar til þess að ráðast á rótvandans, ekki á þessar greinar sem standa út í lofti og slá okkur í andlitið. En má ég spyrja, það hljómar svona eins og að ef það hefur verið kaupadraukning almennt, þá eru einstaka hópar sem að sitja eftir, það eru leigjendur, það eru einstæði foreldrar, það er sem að kemur til dæmis fram í könnunum Vörðu. Til þess að halda kjarasamningum myndum að ætla að þá væri gæti ríki komið eitthvað á móti, stutt við barnafjölskyldur, stutt við leigjendur, stutt við einstæða foreldra og þá sem að hafa setið eftir. En það þannig að hinn almenni launamaður myndi sætta sig við það að vera áfram með hækkanir á launum sem eru undir verðbólgu og þar alveg sýnilega kjararýrnum framöndan? Já, það er samt ekki það sem að gögnin sýna og alveg eins og Bjarni var að segja. En þú semur fram í tíman? Já. Samt þurfum við að vera meðvituð það að þetta ákvæði settir í samningan á sín tíma til að tryggja kaupmátt. Og það er bara mjög skynsamlegt. Síðan hefur kaupmátt og þróun orðið mun jákvæðari heldur samningarnir gerur ráð fyrir. Og þess vegna er kannski villandi að segja að forsendur hafa ekki staðist. Það er að því leyti ekki staðist að verðbólga hefur ekki lækkað eins hratt eins og við höfum viljað sjá. En kaupmáttur hefur eins og fyllilega haldist. Ég tek undir með það sem að Bjarni sagði og ég held að halla sig á sama máli. Það eru hins vegar ákveðin hópar sem við höfum áhyggjur af því að hafi ekki notið þessara hækkana og eins og Bjarni sagði svo vinna sem að aðalega vinnumarkaðar eins og ríkið hefur verið í núna frá því í vor hefur einmitt snúist það að sjá hversu umfangsmikið þetta er og reyna að finna leiðir til að koma til móts við þennan hóp. Ég ætla síðan að bæta við. Ég er algjörlega sammála því sem Bjarni sagði að grunnurinn að vandanum er þensla. Ég held að við ættum ekki ef við förum út í rætur hans þá getum við Bjarni orðið mjög ósammála en það er semst þannig að við erfum þennan vanda þenslu í samfélaginu og það hefur alltaf verið alveg skýrt að við tökum þetta mjög alvarlega og höfum sett þetta í algjöran forgang og ég tek þess vegna ekki undir mig höllu að við höfum ekki brugðist við vegna þess að það að ná tökum á ríkisrekstri, lækka halla á rekstri ríkisins og ná ríkisfjármálum jafnvægi er bara lykilatriði í því að styðja einmitt við Seðlabankann í því að draga úr spennu. Heldur að verðbólga sé vegna hallareksturs og ríkissjóði? Já, ég held að þeir 800 milljarðar sem var dælt hérna inn í hagkerfið og ég ætla að taka það fram svo ég eyði nú ekki þættinum í að rífast við aðra hér að á sínum tíma var ég alveg sammála því að það þyrfti að grípa til stóra aðgerða í COVID. Eftir á að hyggja voru þær ofumfangsmiklar og stóðu of lengi og það skapaði þenslu og svo þú veist röð óheppilegra atburða í kjölfarið gerði ástandið ennþá verra erlend verðbólga sem við fluttum hér inn og gátum ekki varið okkur gegn í kjölfarið á COVID og síðan auðvitað eldgosinn á Reykjanesi allt þetta saman býr til vanda sem svo ég fari nú í hagfræði tungumálið verðbólgu væntingar losna upp af akkirinu og það er bara mjög snúið að ná þeim niður aftur nema með þessari aðferð. Það er aðgerði sem hefur verið kallað eftir sem til dæmis snúa að því að hafa áhrif á mælingu verðbólgu með því að minnka gjöld eða lækka gjöld til þess opinber og annað slíkt. Það tekst ekki á við grundvallar vandamáli vegna þess að í sjálfu sér er það að skapa ennþá meiri svigrúm til þenslu. Þannig að ég er þarna, þetta er það sem við höfum þurft að gera. Ég verið mjög skýr alveg frá því að ég tók við mínu embætti að þetta er aðalatriðið og við fylgjum þessu eftir og munum
leggja fram núna eftir örfáar vikur fyrstu hallalausu fjárlögin í all nokkur ár. Já, það dálítið margt sem að þarf að bregðast við þessu. Mér langar eiginlega að byrja á að segja að það ekki hægt að endurorða forsendur kjarasamninga eftir á. Forsendu ákvæði kjarasamninga eru mjög skýr og þau lúta verðbólgunni. Væntingarnar sem þarna hengu við væri að stýrivextir færu niður. Það eru forsendur. Svo skulum við horfa eins á veruleikann sem blasti við launafólki þegar þessir kjarasamningar eru gerðir. Þetta er 2024 í upphaf árs. Þá eru heimili landsins með mörg 100 milljarða af lánum á föstum óverðtryggðum vöxtum. Föstum vöxtum óverðtryggð lán. Þessi lán, obbinn af þeim var að fara að losna veturinn 2024-2025. Það eru gerð kjarasamningar þar sem sagt að launafólk ætlar að fella sig við hækkanir sem eru undir verðbólgu. Atvinnurekendur segjast ætla að reyna svona að halda aftur af verðhækkunum eftir fremsta megni og stjórnvöld segja að við ætlum að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Síðan koma og við ætlum sérstaklega að passa upp á barnafólk og fólki viðkvæmri stöðu, segja þið. Síðan auðvitað koma önnur atriði eins og gjaldfrjálsar skólamáltíðir og mjög mikilvægir þættir sem koma eins sem gera verkum að launafólk fælst á þessa nálgun. Síðan, og þarna og Seðlabankinn á þessum tíma búin að segja að kjarasamningar séu stærsti óvissu þátturinn í íslensku efnahagslífi. Síðan koma og orðfæri Seðlabankans gerða verkum og margir höfðu væntingar til þess að stýrivexti myndi nánast lækka bara daginn eftir. Svo gerist það náttúrulega ekki. Öll þessi lán losna, fólk situr uppi með greiðslubyrði sem nemur kannski 100, 200, 300.000 krónum aukalega á mánuði. Var með vexti upp á 4-5% sem eru ekki lágir vextir, en hólið náttúrulega svona íslensku samhengi, eru núna kannski með vexti upp á 9%. Þetta er samhengi kjarasamningana og það náttúrulega eykur enginn kaupmátt sinn í þessum aðstæðum. Það gerir það enginn nema skuldlaust eignafólk og það er ekki þorrinn af launafólki. Og þá vil ég aðeins koma inn á þetta með launaskriðið. Verkalýðshreyfingin semur launahækkanir í kjarasamningum. Launaskrið segir okkur auðvitað það að það er einhver fyrirtæki sem hafa haft svigrúm til þess að hækka laun umfram þessar lágu launahækkanir sem samið varum og þau hafa gert það. Af hverju gera þau það alltaf? Bara það ganni síðan? Síðan fer hið opinbera og semur líka við einhver aðra hópa og margt fannst mér bara eðlilegt þar og skiljanlegt. Og síðan mælir Hagstofan tímakaup og hvernig það hefur breyst. Ef við lítum inn í heildarlaun okkar félagsfólks, þá það er eitthvað launaskrið, en það er ekkert eitthvað gríðalegt. Það er kannski og í kringum verðbólgu. En það breytir því ekki að það er fullt af fólki inn í mínu félagi og það er ekki bara einstæða maður og leigjendur, það er bara fullt af fólki, bara millitekju fólki sem hefur eingöngu fengið kjarasamningsbundnar hækkanir á sama tíma þegar greiðslubyrði snarjókst og allt hækkar. Þannig að það er allt verðtryggt nema launir þeirra. Það hækkar, allt annað hækkar. Atvinnurekendur og stóru fyrirtækin í landinu sem að stýra miklu leyti verðlagningu, þau hafa hækkað verð, umtalsvert, þau hafa aukið hagnað sinn á verðbólgutímum og ríki og sveitafélög hafa snar hækkað gjaldskrár. Þjónusta verið skert upp barnafólki sem átt að passa upp á. Núna daginn var verið að bara tvöfalda komugjöld í heilsugæslunni og bæta við nýjum gjöldum og fólk sem að þarf á heilbrigðisþjónustu að halda. Þannig að þetta er samhengið. Það er ekkit skrítið að launafólk sitji og segi, áttu við ekki öll einhvern veginn að vera saman í þessu? Já, þetta er nokkuð löng saga að verða og kannski má segja að svona fyrsta stóra áfalli sem við lendum í þegar Vá fer á hausinn og síðan kemur COVID í kjölfarið. Og af því að Daði nefnir hérna að 800 milljörðum hefur verið dælt inn í hagkerfið, að þá skulum við hafa það í huga að stór hluta því gerðist á tekjuhliðinni, þar að segja að það hurfu tekjur en við ákváðum að halda samfélagsþjónustunni gangandi. Við töpuðum kannski rúmlega 200 milljörðum af tekjum ríkið á einu ári. Þannig að þetta var ekki ákvarðanir beint ný útgjöld sem þurfti til. Við einfaldlega lentum í djúpri efnahagslægð. Og afrekið sem var unnið á Íslandi, ekki síst í þágu launafólks, var það að við erum eitt örfárra ríkja sem að fór í gegnum COVID-tíman án þess að hér yrði bara talsverð kaupmáttarýrnun. Kaupmáttarýrnun átti sér ekki stað á Íslandi á COVID-tímanum og það er í raun og veru alveg stórmerkileg staðreynd. Mín skoðun er sú að síðan þegar fram í sækti
þá kemur í ljós að hagspár stóðu stíla. Við vorum stödd í meiri hagvexti heldur en Hagstofan mældi og við gerðum okkur grein fyrir. Þannig að þegar við vorum að leggja plönin í framtíðina, þá var komin meiri hiti á vélarnar heldur en menn voru að mæla. Þar á leiðandi var vaxtastigið of lágt, of lengi, að teknu tilliti til stuðningsaðgerða ríkisstjórnarinnar og vinnumarkaðurinn var að semja of há laun á sama tíma. Þegar þú tekur út mikla launahækkanir í lægsta vaxtastigi sem við höfum séð á lýðveldistímanum, aldrei áður lægri vexti og ríkið að reyna að halda samfélaginu gangandi þannig að heimilin brenni ekki inni vegna atvinnuleysis og þeirra hörmungar sem að dundi yfir. Grindavík kom svo í kjölfarið sem kostaði okkur gríðarlega fjármuni og skóp þenslu á húsnæðismarkaði. Þegar þetta allt saman að gerast á sama tíma þá ofhitna vélarnar. En það ótrúlega gerðist að það var enginn í raun og veru skilin eftir. Afleiðingin hins vegar of mikil hiti og of mikil verðbólga, meiri verðbólga heldur en að við vildum sjá. Og það sem ég kannski sakna, þetta mjög málefnilegt sem að Halla að rekja og auðvitað það rétt að það var, það verið að horfa á textan eins og hann var saminn og allt það. En ef við ætlum að gera betur í framtíðinni, þá þurfum við aðeins að skilja af hverju erum við stödd á þessum stað. Hvað varð það sem leiddi til þess að forsendubrestur varð í kjarasamningunum? Hvað getum við gert til þess að koma í veg fyrir það í framtíðinni? Það sem Seðlabankinn hefur verið að leggja aðaláherslu á að hér hafa skapast aðstæður þar sem að laun hækka langt umfram framleiðni vöxt og það getur ekki annað heldur en orsaka verðbólgu. Það bara getur ekki gert annað. Og við þurfum að finna leiðir til þess að takast á við þetta. En það eru ekki laun sem að valda þessari verðbólgu. Heildarlaunaþróunin. Það kannski ekki laun verkamannsins. Það ekki launin sem að valda. Nei, ég ætla að nefnilega vera sammála Höllu þarna og það mjög athyglisvert að það kom skýrsla núna frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum íslenska hagkerfið, svo sem bara ágætt skýrsla. Þeir hafa ekki trú á hallalausu fjárlögum hjá þér? Nei, ég skil nú ekkert í því. Hallalaus fjárlög 2031 Já, að segja þeir, en ég mun sýna fram á að þeir hafa rangt fyrir sér. En það sem ég vildi segja var að með þessari skýrslu eru 2 greiningar. Önnur á orsökum verðbólgu á Íslandi og hin á framleiðni þróun hjá fyrirtækjum í íslenska hagkerfinu. Báðar eru mjög áhugaverðar. Dálítið tæknilegar, en ég mæli með að fólk kynni sér þær og samantektirnar eru mjög góðar. Og það sem kemur einmitt í ljós það sem Hall að segja, að þeir geta ekki staðfest að það séu laun sem drífi áfram verðbólgu á Íslandi. Þeirra niðurstaða að megninu til sé verðbólgu á Íslandi vegna ytri áhrifa, ytri sjokka. Annarkvort geta það verið verðhækkanir. Þetta er svolítið alvarlegt vegna þess að Seðlabankinn eiginlega alveg öndur. Já, ég veit það og þess vegna ég að vekja athygli á þessari greiningu vegna þess að hún unnin af miklum fagmönnum og þetta er svona þriðju aðilar óháðir í íslenska hagkerfinu sem að benda á þessa staðinn. Þannig að eitthvað í kringu 70% af verðbólgu á Íslandi skýrist af annarkvort sveiflum í gengi krónunar eða verðhækkunum erlendis og einungis 11% af launum og ég held að það sé mjög mikilvægt að við höldum þessu til að haga. Hitt annað mál að Bjarni hefur auðvitað rétt fyrir sér. Ef ekki framleiðni þróun, þá geta laun ekki hækkað eilífu og endanum getur hlutild launa í þjóðarframleiðslunni ekki farið upp fyrir 100% og það í sögulegu hámarki þessar myndir. Og þó að ég hafi aðeins kýtla Bjarna áðan og hann hafi farið í að verja ákvarðanir sínar í fortíðinni, sem bara fullkomlega eðlilegt að hann geri, þá verðum við að horfast í augu við hvers konar vandamál þetta er. Þetta er þenslu vandamál og að vegna sögunar, vegna þess hversu illa okkur hefur gengið að halda aftur af verðbólgu í gegnum tíðina, að þá eru verðbólguvæntingar á Íslandi, það losna mjög auðveldlega upp. Eitt í viðbót. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn bendir á að miðlun verðbólgu á Íslandi sé alveg sérstaklega hröð og óheppileg og það að þeirra mati vegna útbreiddrar notkunar verðtryggingar. Og það eitthvað sem við þurfum virkilega að fara að horfa á. Það alveg fáránlegt að ákvarðanir forseta Bandaríkjanna hernaðaraðgerðir í Mið-Austurlöndum sem valda hækkun á olíuverði, valdi hækkun á leigu á Íslandi.
Það er bara ekkert sem á að vera þar samhengi á milli. Þið talið all eins og það sem markmið að viðhalda kjarasamningum. Forsendurnar hafa Ég held að það sé alveg gríðarlegt hagsmunamál að við finnum einhvers konar niðurstöðu. Það hefur alltaf niðurstöðu. gerst að aðilar koma saman og finna einhverja leið til þess að viðhalda samningunum. Ég man ekki eftir einum samningu sem hefur verið leyst upp út af forsenduákvæðum. Það er alltaf fundin einhver leið, yfirleitt farið til þín og þú beðin að redda því. Kannski er það sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er að vísa En til. þetta jafnframt það eins og þessi samningar hafi verið stórt veðmál að tiltölulega hógværar launahækkanir myndu leiða til lægri verðbólgu sem myndu leiða til lægra vaxtastigs sem myndu færa aukinn kaupmátt til heimilanna. Þetta veðmál gekk ekki upp. Af hverju erum við þá að reyna að viðhalda samningi sem var kannski bara byggður á miskilningi eða... Ef ég má bara aðeins áður en að Halla að sjálfsögðu kemur hérna inn af því ég var ekki við þetta borð. Þrátt fyrir þessa niðurstöðu sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kemur með þá líka augljóst að laun geta ekki hækkað umfram framleiðni þróun, hlutfall launa vergri landsframleiðslu getur ekki farið fyrir 100%, að það er líka alveg ljóst að ef við ætlum að tryggja langtíma stöðuleika að þá þurfum við að horfa á kaupmátt og gæta því sem við getum þó stýrt sem eru innri þættirnir. Og ég held að þrátt fyrir að forsenduákvæði sé nú að líti út fyrir að það muni bresta, þá held ég að verkalýðshreyfingin og aðilar vinnumarkaðarins sé nú samt að klappa sér pínlítið á baki vegna þess að verðbólga lækkaði mikið á þessu tímabili frá 2024 og það er allavega hluta til þessum aðilum að þakka þeirra framsýni. Ég held líka þetta sem Bjarni sagði áðan. Við gengum í gegnum COVID og við vorum eitt af örfáum löndum í heiminum þar sem kaupmáttur hélst, ekki bara það, jókst gegnum það tímabil. Jöfnuður á Íslandi sögulega hefur bara aldrei verið meiri og í samanburði við aðra þjóðir sá mesti sem að við erum á einhvern hátt búin að ná alveg ótrúlegum árangri í að jafna stöðuna, jafna dreifingu ágóða í samfélaginu. Núna þurfum við að tryggja að við höldum því vegna þess að ef við förum klassísku leiðina sem er að loka augunum, leyfa svo bara gerast, leyfa síðan gengi krónunar að falla, þá vil ég aftur benda á nýlega greiningu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Það mun leiða til verðbólgu og höfrungahlaup sem við höfum allt og oft orðið vitni að. En vandamálið er ekki því þurfum við ekki hærri laun. En það sem Hall er að segja, það er hluti af fólki sem verður að fá bætta stöðu. Þið fóru aðeins yfir að náðan til þess sem er námsfólk og það er líka fólk sem er bara fast í þessu, kemst ekki. Algjörlega. Já, og ég held er ekki þangað sem við þurfum að beina augum okkar. Algjörlega. Jú, það þarf að huga sérstaklega það fá bitin mikið minni sem við erum að borða. Já, það má segja það, en við þurfum líka að horfast í augu við það að við erum ennþá stödd á þeim stað að við hækkum laun að jafnaði meira á Íslandi heldur en í öðrum löndum og við greiðum fyrir það gjald með því að vera að jafnaði með meiri verðbólgu heldur en á við annar staðar og að jafnaði herra vaxtastig. Við getum náð kaupmættinum með því að draga aðeins úr spennunni sem að fylgir þessari hegðun eða þessari ítrekkaðu niðurstöðu. Og okkar afstaða hjá samtökum atvinnulífsins er sú að við eigum að vera að ræða vinnumarkaðsmódelið. Við eigum að vera að ræða það hvernig við getum tekið dæmin annars staðar frá og nýtt okkur það besta. Við eigum líka marga góða hluti í íslenska vinnumarkaðsmódelinu sem við getum haldið í og þroskað og þróað áfram. Ég vonast til þess að þessi staða sem er að teiknast upp og hún leiði ekki til þess að við lendum í nýrri kjarasamningsgerð heldur reynum að láta samningana gilda með einhverjum ráðstöfunum. Þá viltu að Daði komi með ráðstafanirnar, þið vilja ekki hækka launin? Já, ég held að veri í raun og veru algjörlega galið að fara fram á það þegar að laun hafa þó nú þegar hækka langt frá það sem samið var svona heilt yfir. Að halda að það sé hinn endanlega lausn. Ég er ekki bara að horfa á þessa 15 mánuði sem eftir lifa þá að samningnum eða hvað það er. Ég er miklu meira að horfa líka til lengri tíma vegna þess að það er rétt sem að
Daði kom inn á áðan að verðbólguvæntingar á Íslandi eiga það til að losna mjög auðveldlega upp af akkerinu og það jafnvel þótt að við höfum verið hérna með ef að við horfum á tímabilið fram að því að verðbólgan fór á stað, þá vorum við bara með mjög mikinn stöðuleika og lága verðbólgu í mörg ár og við þurfum að bregðast við þessu. Við þurfum að spyrja okkur hvað við getum gert til þess að ná verðbólguvæntingunum niður og það horfir þá ekki bara til þess tíma sem að lifir að kjarasamningunum, heldur ég að horfa miklu lengra inn í framtíðina og það þarf líka sveitarfélög. Hvað áttu við með því? Viljið þið taka upp samninga og framlengja þá? Nei, ég vil bara að við dýpkum samvinnu okkar, til dæmis varðandi kjaratölfræðina og að við séum oftar sammála það hvaðan við erum að koma og hvað sé æskilegt, hvaða svigrúm til dæmis sé til staðar hverju sinni til þess að spila út í kjarasamningsgerð. Ef við horfum á síðustu lotu, þá gerðum við tilraun til þess að ná utan þetta, en á endan þá komum bara ekkert allir með. Það eru alltaf hópar sem segja sig frá heildarsamkomulaginu og segja já, við skiljum að þið hafi náð þessari niðurstöðu en það bara komið að okkur núna. Og nú þurfum við að fá okkar leiðréttingu og það til dæmis hafði þær afleiðingar að vísitala launa hjá hinu opinbera fór upp 11% árið 2025. Já, vísu hefur Bjarni séð hvernig svo tölfræði lítur út og það raunverulega alltaf þannig að opinberi markaðurinn með einhvers konar töf á hækkanir á almenna markanum. En það var ekki vegna þess að hann var í mínus árið áður sko. Nei. Þetta bara heilt yfir á mikla hækkanir. Já. 17% launahækkanir. Þeir fátækir sem voru að hlusta hérna, þeir heyri ykkur bara tala eitthvað sem að gera við verðum sem samfélag að hafa þroska til þess að hugsa til lengri tíma. Þeir líka hafa þroska til að hugsa þá sem að báast hafa það. Að sjálfsögðu. Það fæst ekki niðurstaða án þess. Nú ég komin í þá skringilegu stöðu að fara að mæra hér fyrir stjórnvöld en eins og ég benti á ef þú skoðar alveg blákalt hvernig þjóðhagsreikningar á Íslandi líta út og hvernig launatölfræði lítur út að þá hlutfall launa af vergri landsframleiðslu með því hæsta sem gerist í heiminum og launajöfnuður með því besta sem gerist í heiminum. Meðaltali alltaf von. Nei, þetta er ekki meðaltöl. Og þú áttur á því þetta munurinn á því efsta og lægsta. Þetta raunverulega þannig að þetta mæling á dreifinguna. Og hún við erum bæði með mjög há lágmarkslaun og við erum líka með mjög óvanalega þétta launadreifingu. Þannig að munurinn á lægstu launum og hæstu launum með því minnsta sem gerist. Þetta til dæmis fyrir til þess húsnæðiskostnað, dæmi myndi líta öðruvísi út ef þú tækir. Það algjörlega rétt og það var síðasti punkturinn sem hérna var komið inn á og ég kom ekki að áðan og ég algjörlega sammála bæði Höllu og Bjarna, þar verk að vinna og við vitum að þar hafa verið ákveðnar áskoranir, þar þurfum við að ná betur til sveitarfélagana þannig að þau séu tilbúin að leika með okkur í að uppbyggingin sé inn í þörfina og þá þörf markaðarins, þörf almennings, þörf allra tekjuhópa, ekki bara þarfir sveitarfélagana til þess að selja lóðir. Við þurfum, og það það sem við höfum auðvitað lagt áherslu á, að reyna að nýta og tryggja það að það haldi áfram uppbygging á félagslegu húsnæði og það hefur bara því miður ekki gengið eins rætt eins og við viljað, en samt hafa verið stigin mjög mikilvæg skref núna í til dæmis að breyta uppbyggingaverkefnum þannig að þau hendi inn í hlutdeildarlánakerfið og það ein leið af því að það alveg 100% rétt sem þið segið. Eitt að skoða tölfræðina fyrir launadreifingu, annað umverulega ef þú tekur tillit til húsnæðiskostnaðar og vegna þess að við erum með háa vexti eins og Bjarni benti hér á að þá skiptir gríðarlega miklu máli að við horfum til þess. Þar lausnin meira framboð. Ég held að skiptið, mér finnst þetta, bara byrja að segja, mér finnst það mjög gott samtal og mikilvægt. Ég held að þessi svona umræða sem í gangi hérna sé gríðarlega mikilvæg fyrir verkefnin sem framöndan núna í haust. En sko þessi mynd sem hérna teiknuð upp af því að verðbólga sé fyrst og fremst komin til vegna þess að laun hafi hækkað og svo sé einhvern veginn brugðist við því með meiri verðbólgu og það valdi verðbólgu og vöxtum. Þetta ofboðslega einföldun og eiginlega rangt sko. Þetta rangt. Verðbólgan náttúrulega mjög flókin og samsetningarnar flókin. Verðbólgan sem við glímum við núna
er náttúrulega mestu leiti komið til út á húsnæðismálum, út á ólestri húsnæðismálum. Það er ekki hægt að kenna bara utan að komandi áhrifum Þú veist, hér hafa orðið mjög miklar innlendar verðhækkanir. Það hafa orðið mjög miklar gjaldskrárhækkanir. Veitur sem að sjá hérna stórum hluta landsmanna fyrir rafmagn og hita hækkuðu gjaldskrárnar sínar ekki bara einu sinni fyrra heldur þrisvar sinnum. Þetta er allt að fara beinarleiðin í verðbólguna. Síðan tók ríkisstjórnin þá góða ákvörðun að vernda almenning á Íslandi fyrir þessu miklu áhrifum í Miðausturlöndum með þessu olíuverðhækki sem er gríðarlega mikilvæg aðgerð. Og sagan mun dæma það, hversu mikilvæg hún er. Hins vegar setja ég spurningamerki í gildistíman og ég held að það þurfi nú að passa upp á hún gildi eins lengi og átökin gilda en ekki eins lengi og kjarasamningar. Þetta miklu óbragði, hann heiti alveg löngu máli að tala hvað það væri. Það vildi helst ekki vera að gera þetta. En það sem að ég held að skipti mjög miklu máli að skilja, svo líka hluta til gróðadrifin verðbólga en flestir af þessum þáttum sem eru að hafa mest áhrif á verðbólguna er eitthvað sem að háir stýrivextir býta ekkert á. Og við erum föst inn í einhverju spíral hárra stýrivaxta sem eru farnir að valda samdrætti og atvinnuleysi. Núna í byrjun árs voru 18% ungmennaaldurinn 16 til 24 ára orðin atvinnulaus eða ekki námið að vinnu. Þetta hlutfall 18% fyrsta ársfjórðungi þess árs. Svo skánar þetta yfir sumarmánuðina sem er mikilvægt. Með þessu samanlagt eru við að stefna inn í einhvers konar kreppuverðbólgu. Ég hafði ekki hugmyndaflug þegar kjarasamningar voru undirritaðir. Ég halda að Seðlabankinn myndi halda raunstýrivöxtum svona háum. Það er að stýrivextir frádreginu verðbólgu. Ég hafði ekki hugmyndaflug í það. Mér datt ekki í huga að það myndi eiga sér stað. Ég ætla að fá að klára. Og ég hafði heldur ekki hugmyndaflug í að hann myndi bara grafa upp einhverja úrelta kenningar og segja bara launahækkanir. 5 mínútum eftir hann sagði, ef að launahækkanir verða lágar þá verður allt í góðu lagi. Þannig að þetta er algjörlega óþolandi að sitja undir þessu fyrir launafólk. Síðan langar mig líka bara að segja, það er mjög mikilvægt og gott að stunda ábyrg ríkisfjármál og það er auðvitað eitthvað sem er ykkar ábyrgð að horfa alltaf í hverja krónu og passa upp á búskapinn. Hins vegar þessi rosalega fixasjón og hallaleysi og bara sama hvað það kostar. Og ef þetta hallaleysi fer að valda verðbólgu, fer að valda meiri samdrætti, fer að valda þjónustuskerðingu, fer að koma niður á þessum hópum sem að hafa farið verst út úr þessu ástandi, þá er of miklu til kostað. Þannig að þetta samanlagt er einhvers konar niðurskorastefna sem er hagfræðilega mjög vond hugmynd og getur haft mjög slæm áhrif á samfélagi til langs tíma. Þannig að mér finnst í þessu þrílega samtali þá eigum við að hverfa af þessari braut, ekki að láta einhverja dogmatíska kenningar ráða för, heldur veruleikunum og því sem við viljum gera fyrir Seðlabankinn okkar er með allt aðra stefnu heldur en til dæmis Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem að sannarlega er þó eiginlega einn af dómkirkjum nýfrjálshyggjunnar í heiminum. Já, ég er að reyna að fá hann til breytinni. Við ætlum að halda málþing 19. ágúst og fjalla þess þætti. Við erum að reyna að búa til umræðu það hvað verðbólga er og hvernig þú tekst á við hana. Það vextir hafa ólík áhrif á framboðsdrifna verðbólgu og eftirspurnardrifna verðbólgu. Þessir þættir geta skipt gríðarlega miklu máli. Þetta tæki að keyra allt út með háum stýrivöxtum, kreista sömu hópana ár eftir ár og vonast til að allt verði betra. Það er núna gengið sér til húðar. Þetta er grundvallaratriði og þarna held ég að taka undir það að stefna Seðlabankans sé óhefnileg. Já, ég held að stýrivaxtatækið á Íslandi er óvanalega bitlítið. Og það gerir það verkum og ástæðan fyrir því er mjög einföld. Það er útbreidd notkun verðtryggingar og svo tækifæri ákveðna fyrirtæki til að fjármagna sig utan íslenska hagkerfisins, en það er allavega hópar sem eru algjörlega skildir frá vaxtaákvörðun Seðlabankans. Ég veit ekki hvort þið áttu ykkur á því, en til dæmis ef þú fer til Noregs, að það var þannig að fljótandi húsnæðisvextir á fasteignalánum í Noregi eru með mánaðartöf á vaxtaákvarðanir Seðlabankans. Það er bara 1 mánuð. Það sem við köllum fljótandi vexti, það eru vextir sem eru yfirlega fastir til 5 ára. Það er alls ekkert fljótandi vextir. Og þetta gerir það verkum að þegar að Seðlabankinn tekur ákvörðun, að það tekur rosalega langan tíma fyrir þá ákvörðun að fara að hafa áhrif fyrst á það sem við köllum breytilega vexti, en eru bara fastir til þess að gera langs tíma, og síðan á verðtryggða vexti. Og þetta gerir það þá líka verkum að Seðlabankinn þarf að beita vaxtatækinu að miklu meiri hörku. Svo það virki ekki.
Já, vegna þess að það virkar ekki mjög vel. Og það En er það þá ekki aftur svolítið komin í heimskulegt pínlítinn, að við ýta erum aftur það komin í áfram pínlítinn hring. það sem ekki virkar? En þið áttu ykkur á því að laun og seðlabankunum þeim var breytt og seðlabankunum voru færð til þess að gera umfangsmikil önnur völd, sem kallað þjóðhagsvarúðartæki og alls konar önnur skilyrði sem banki notar til þess að hækka kostnað á fjármagni, lánþegaskilyrði, eiginfjárskilyrði á bankana og allt þetta raunverulega samanlagt eru þá tæki bankans, stýrivextirnir einir og sér og þar ég bara algjörlega sammála Höllu, hitta fyrir mjög þröngan hóp sem verður þá fyrir óvanalega miklum kostnaði en hefur raunverulega ekki þau umfangsmiklu áhrif sem það ætti að hafa. Þess vegna höfum við verið að þróa þessi tæki, þess vegna voru tekin upp þessi þjóðhagsvarúðartæki. Þau eru hins vegar á engan hátt eins gagnsæ eins og vaxtaákvarðanir bankans eru. Stefnu Seðlabankans. Já, það er auðvitað líka þannig að fyrirtækin finna fyrir því þegar vextir eru háir í langan tíma og það dregur úr fjárfestingu og eykur fjármagnskostnað fyrirtækja og þar með úr arðsemi fjárfestinga og annað þess áttar. Stendur í vegi fyrir húsnæðisuppbyggingu? Sko, mér langar aðeins að segja hérna 2-3 hluti. Sko, fyrstulega, ég kom ekki hingað til þess að halda því fram að laun væru eini orsakavaldur verðbólgunnar. Ég sagði þvert á móti að verðbólgukúfurinn sem við lentum í er út af efnahagsáföllum sem að dundi yfir þjóðina og við Íslendingar vorum að treysta á ferðaþjónustu umfram það sem áttu við hjá öðrum þjóðum og það lokaðist hérna alþjóðaflugvöllurinn. Við töpuðum 1,5 milljón erlendra ferðamanna og þetta voru meiri háttar búsifjar fyrir íslenska efnahagskerfi. 20.000 störf skóluðust út og 200 milljarðar hurfu úr tekjuhlið ríkisfjármálana. Og þetta gerist ekki bara einu ári heldur yfir lengri tíma. Svo komu önnur áföll og stríðið þar á meðal í Úkraínu og svo framvegis. Við þessum áföllum var ríkissjóður að bregðast og það var samspil umfangsmikilla stuðningsaðgerða sem skiluðu þó sínu mjög lágra vaxta og þess sem var að gerast á vinnumarkaði sem að mínu mati olli verðbólgu sem fór umfram það sem að er ásættanlegt og við erum komin á veg við að ná verðbólgunni niður. Síðasta árið hefur dálítið slætað, við höfum farið svona til, það hefur hliðrast, það hefur lítið gerst í heilt ár núna, en höfum það samt í huga að því við erum að vísa til þess að okkur hafi í gegnum tíðina gengið illa að fást við verðbólguna. Já. Við erum með verðbólgu 5%, hún er ekki 20% eins og þegar ég var úlingur, eða 60%. Sko, hún er innan við 1% frá því sem að kjarasamningarnir fjölluðum. Innan við 1% frá því. Rétt kannski 0,5%. 0,5% frá því sem að stemt var að. Við eigum þetta að vera að horfa á 2,5% sem okkar markmið. Og við erum eitthvað óræfögu frá þessu. Og við höfum gert marga hluti mjög vel frá fjármálahruninu til þess að styrkja get okkar til þess að stýra betur. Daði kom inn á áðan, þjóðhagsvarúðartæki fyrir Seðlabankann og endurskoðun peningastefnunar, endurskoðun stjórnunar Seðlabankann, sameining við fjármálaeftirlitið, langtíma fjármála áætlanagerð er auðvitað grundvallar breyting, samtal við sveitarfélögin í fyrsta skipti. Þetta er allt hlutir sem eru tiltölulega nýtilkomnir og við erum að sitja hér í 5% verðbólgu, ekki 15%, ekki 25% og við getum náð því sem upp á vantar með því að stilla enn betur saman strengi okkar og aðgerðir. Ekki þannig í mínum huga að við séum alltaf útsett fyrir svo miklum sveiflum að utan eða vegna mikilla sveiflna í gjaldmiðlunum að þetta sé vonlaust verk, heldur þvert á móti höfum við sýnt fram á að við getum vel gert þetta. Við erum til dæmis búin að byggja upp 1000 milljarða gjaldeyrisvaraforða sem ekki var til staðar áður en að bankarnir fóru á hausinn. Þannig að það er svo margt sem við höfum gert til þess að styrkja get okkar til þess að gera betur. Og við erum búin að laga til svo víða, en það er eitt kerfi sem við höfum ekki tekið til endurskoðunar, það er kjarasamningsmódeli. Hvernig við eigum þetta samtal og hvernig við komum í veg fyrir að það komi tímabil þar sem að laun hækka umfram framleiðni vöxt. Það má ekki gerast, þannig að það er áskrift á verðbólgu. En Bjarni, þú dættir svolítið í það að vera fyrirvændi fjármálaráðherra. Nei, ég meina við erum að glíma við verðbólgu. Ég ætla að spyrja framkvæmdastjóra SA. Eru þið sátt við stefnu Seðlabankans?
Ég sáttur við að við skulum segja að ég held að Seðlabanki sé sko með tækin og tólin og hann að beita þeim af samfæringu. Hann er samkvæmur sjálfum sér. Ef það eitthvað sem að ég myndi vilja biðja kannski oftar frá Seðlabankann og þá væri það að menn leyfðu sér að efast fyrir ákvarðanir sínar. Það hefur auðvitað aldrei gerst. Það væri strangar. Já, ég þeirra skoðunar eins og ég búinn að segja hér kannski oftar en einu sinni í dag að vextir voru of lágir of lengi með ástandi sem við byggum í og þá ég að bæða meina það sem var að gerast á vinnumarkanum og stuðnisaðgerðir stjórnvalda og við getum þá líka sagt... Þú varst glaður með það á sínu tíma, ég svindla núna og gerði það aftur á fyrrverandi fjármálaráðherra. Þá varst að fagna því að væri lágasta stefna til lengri tíma. Já, og á þeim tíma voru allar mælingar, Hagstofunnar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kemur hér og horfir á hvað að gerast. Þá vorum við að vanmeta hitann í hagkerfinu. En þegar ég horfi tilbaka, þá eflaust þannig að það þetta samspil af kannski og aðeins of rúmum aðgerðum til að stýða við sem að skiluðu þó því að allir héldu kaupmætti sínum og mun færri fyrirtæki urðu gjaldþrota og voru tilbúin til þess að taka við aftur 2 milljónum ferðamanna þegar að ástandið var afstæðið. Þannig að kannski Seðlabanki mætti stundum vera aðeins heiðarlegri með að líta í baksýnisspegilinn og spyrja sig eldri ákvarðanir en það kannski bara ekki í þeirra eðlilega að geta gert það og síðan alltaf þegar horti fram í tíman þá verðbólgan alltaf að fara í 2,5% og auðvitað þegar það gerist aldrei þú veist í 2 áratugi eða hvað það að þá fer maður að spyrja sig sko hvernig eigum við að nálgast sko sanngjarna umræðu þetta þetta byggt inn í módelin og þetta það sem að þarf og á að gerast en ég ætla ekki að halda því fram að Seðlabankinn sé sko að beita vaxtatækinu með röngum hætti núna. Ég sé ekki annað heldur en að aðgerðir Seðlabankans séu farnar að skila árangri en við þurfum að ná betur utanum sko verkefni sem að við höfum stjórn á sem eru utan seilingar Seðlabankans og bara lokum sko ég alveg sammála því sem að sagt hérna verðtrygginguna. Við þurfum að finna leiðir til þess að vinda ofan af þessari víðtæku notkun hennar og það út allt. Ég meina síðast áramótin hækkaði ríkisstjórnin gjaldskrá sínar í takt við verðbólgu af því að hún vill ekki að það rýrni að verðgildi. Þú veist, þetta út allt í kerfinu. En þetta raunaf sem þeir eru að tala að fara út úr verðtryggingunni, það myndi þýða það að það veru 10.000 heimila sem myndi bara missa húsnæðið sitt. Ef þið þurft að borga breytilega vexti. Fólk fer inn í verðtrygginguna, ekki vegna þess að hún sé góð í sjálfu sér, hún þó bærilegur en hitt helvítið. Ég má bara fylla aðeins inn í hérna. Ég held að útbreidd notkun verðtryggingar, við séum aðeins kannski því barnalegt að nálgast það eins og það sé verið að tala bara á markaðinu fyrir lánsfjármagn. Það eru varla til leigusamningar sem ekki verðtryggðir. Það eru alla til þjónustusamningar sem ekki verðtryggðir. Þið getur breytt því með lögum? Já, við getum það, en við þurfum líka átt okkur á því að við höfum búið verðtrygginguna mjög lengi og það að vinda ofan af henni tekur einhver tíma. Það engin annar sem breytir því. Leigjandi breytir því ekki sjálfur. Nei, nákvæmlega. Og ég verð að segja þetta ítrekkað. Þetta það sem við ætlum að gera og núna í haust mun koma til dæmis frá fjármálaráðuneytinu frumvörpum það að draga úr væginnar, en við þurfum að taka þetta í einhverjum skrefum vegna þess að alveg eins og þú bendir á líka ef við ætlum að banna hann á morgun að þá það bara meiri háttar áfall alveg sérstaklega þá fyrir ungt fólk sem eru á leiðin út á fasteignamarkað það eru verðbólgu væntingarnar sem eru auðvitað vandamáli þær eru í grunninn vandamáli já, þú veist, ef þú gerir þetta þegar verðbólgu væntingar eru háar þá lendur í algjöru klandri. Ef að verðbólgu væntingar eru mjög lágar, þá þetta miklu minna mál. En það var gert en dregið tilbaka aftur. Það var, fólk var að færa sig út úr verðtryggðu lánunum. Það færði sig bara aftur. Okkur hefur aldrei tekist að byggja upp lánamarkað fyrir óverðtryggð lán með föstum vöxtum til langstíma. Þetta alltaf verið skammtíma lán, nokkur ára kannski. Bjarni vill ekki endurskoða peningastefnu Seðlabankans. En hann vil endurskoða vinnumarkaðsmódelið. Hvað þýðir það að taka réttindi af verkafólki við að berjast fyrir bættum kjörum? Ég ætla nú ekki að ætla honum það og ekki neinum sem að tala um það og þetta sjálfsagt að ræða kjarasamningsgerð og vinnumarkaðsmódelið og hvernig við komumst að niðurstöðu og annað slíkt En margt af því samt sem að hann var að vísi og varst að vísi hérna Bjarni það var reynt í síðustu samningu að semja tiltölulega lágar hækkanir
reynt að lemja alla inn í þær og á verðbólgutímum en fyrirtækin áttu að koma á móti og stjórnvöld áttu að koma á móti og halda verðinu niðri til þess og gjöldunum niðri til þess að við getum fælt okkur við þetta og þetta hefur ekki tekist og mér finnst það eiginlega vera stóra vandamálið. Síðan annað og mér langar bara að segja að íslenska vinnumarkaðsmódelið á sér alveg gríðarlega marga kosti. Hér hefur verið okkur tekist til dæmis að byggja upp og vinna tilbaka hlutdeild launafólk sem að hrundi í hruninu eins og náttúrulega margt annað hrundi. Við höfum náð og þessi tekjujöfnuður sem hérna vísaði í, hann gríðarlega mikilvægur, við verum að sjá í mörgum öðrum löndum, ekki einust að verða hinnur ofsarík og miklu ríkari, heldur millistéttin að minnka, það að kvarnast úr henni og fleiri að vera þeirri stöðu að vinna fulla vinnu en hafa ekki í svo á. Og þetta hefur okkur tekist að verja hérna. Og þannig að þetta finnst mér vera gríðarlegt dýrmæti og bara í öllum umræðum sem kunna vera þetta módel og núna hvort sem tengist kjarasamningum eða ESB eða hverju öðru, þá eru þetta okkar verkefni að gæta að hag launafólks og almennu lífskjörum í landinu. Og þar hefur að mörguleiti tekist vel til. Þessi þáttur svolítið svona hliðarveruleiki. Við erum að ræða það sem við hefðum átt að ræða ef að ríkisstjórnin hefði ekki skellt Evrópusambandinu á borðið. Bjarni, þú vilt ekki fara í Evrópusambandið? Nei, ég þeirra skoðunar að EES-samningurinn sé það sem við þurfum í samskiptum við Evrópusambandið og það svona stundu þegar maður að hlusta á umræðuna þá eins og fólk haldi að þetta snúist það hvort við ætlum að vera í Evrópusambandinu eða bara eitthvað út og ballar hafi algjörlega ótengt en það þetta grundvallar munur á því að vera með EES-samningin eða ekki. Og við teljum að sem þessara skoðunar almennt að það sé í raun og veru það að við í þessu tiltölulega fámenna landi getum ráðið til úrslita málum á okkar eigin forsendum og af eigin ramleik, það sé alveg gríðarlega dýrmætt og að halda í það alveg í lengstu lög. Ég hef aldrei verið þeirra skoðunar að þetta séu eitthvað trúarbrögð Þetta hagsmunamat. Og það aðstæður þetta geta skapast og þú eru að endurskoða hagsmunamatið. En það þarf mjög mikið til að koma. Það þarf mjög mikið til að koma til þess að menn gefi frá sér þann þátt fullveldisins sem felst í því að stjórna þessum málum sjálf af eigin ramleik. Hvaða málum? Ég er svolítið forvitin núna vegna þess að við skoðum vinnumarkaðsmódel, þá eru þau alls konar innan Evrópusambandsins og Evrópusambandið skipt sér bara ekkert af því. Ef við skoðum þið vitið, innra skipulag ríkjanna, þá það alls konar og það bara upp og ofan og fyrst og fremst snýst þetta það að samræma regluverk sem snúa að alþjóðlegum viðskiptum. Við erum í því nú þegar. Það síðan eitt sem við höfum semjum sjálf þegar við tökum við bunkanum frá Evrópusambandinu við semjum sjálf við Indland ef við ætlum að gera fríverslunarsamning við semjum sjálf við Kína en við gera það ekki lengur ef við förum í Evrópusambandið einhver skilað og þeirra samningar eru miklu umfangsmeiri og dýpri heldur en okkar ég ætlaði bara, það eitt sem við höfum ekki rætt og það ein af ástæðunum að mínu mati fyrir því að við höfum ekki náð breytingum á vinnumarkaðsmódelinu sem til dæmis nágrannalöndin, Noregur, Svíþjóð, Finnland, Danmörk, náðu fram svona upp úr 1990 þegar þau gengu í gegnum mjög stóra krísu, að við höfum aldrei geta lagt á borðið tryggingu fyrir því að ákveðnar grundvallar forsendur standist. Halla fór yfir hérna nokkuð sinnum. Að forsendurnar sem lagt var upp með voru loforð frá stjórnvöldum og fyrirtækjum sem í sjálfu sér engin leið að framfylgja og fara þá í ýmsar áttir. Sem að viðkomandi hafa svikið aftur. Tryggingin sem við getum, eina tryggingin sem hefur umverulega verið lögð til grundvallar þegar svona samningar hafa verið gerðir í Íslandssögunni hefur alltaf snúist gengi krónunnar. Yfir því höfum við takmarkaða stýringu og aftur kemur þá að þessu sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn benti á það hvernig íslensk verðbólga verður til, hvar upphafspunkturinn í henni
sem að þeirra mati í langsamlega flestum tilfellum vegna ytri áfalla sem geta annarkvort verið sveiflur í gengi krónunar eða verðlagi á innfluttum vörum. Við erum auðvitað lítið opið hagkerfi. Er það ekki gott að hafa sjálfstæða mynd? Nei, þá er nefnilega slæmt að hafa slíka mynd og stundum við talaði þetta sé catch-22 sko. Við getum ekki tekið upp stöður í mynd nema að ná fram nýjum vinnumarkaðsmódeli en við getum ekki náð fram nýju vinnumarkaðsmódeli vegna þess að til þess þá þarftu stöðu að mynd til þess að geta gefið loforð sem ekki hægt að svíkja. Niðurstaðan samt svo verið með mestan kaupmáttir af öllum sko. Já, en sko með Sviss og Noregi sem verið fyrir utan. Þá finnst mér þessi röksemdafærsla er mjög skrítin vegna þess að þú getur beitt henni á ríki innan Evrópusambandsins eins og munin á Luxemburg og ég veit ekki Grikklandi, Írlandi og Póllandi annars vegar og Rúmeníu hins vegar. Svo, að þetta er mjög skrítið að segja af því að eitthvað var með ákveðnum hætti þá er niðurstaðan þessi þegar þessi tveir hlutir eru á engan hátt tengdi. Við höfum bara af eigin ramleik sem að verður áfram og alveg nákvæmlega eins og munurinn er á milli ríkja Evrópusambandsins eigin ramleik tók og stjórn á eigin málum þá byggðum við upp hérna fyrirmyndarsamfélagið og fyrirrönnar þínir hjá stjórnmálaflokknum sem þú stýrir ekki lengur eins og til dæmis nafniðinn sem gerði EFTA-samningana fyrir okkar hönd. Þetta er alltaf trade-off og við erum lítið opið hagkerfi. Okkar hagsmunir eru alltaf í því að halda opnum kanulum vegna þess. Við erum hér hreinskilin. Ef við horfum í kringum okkur í þessu herbergi, hversu mikið af því sem þið sjáið var framleitt á Íslandi? Og hvernig óskupunum það komið hingað upp á þessa eyju? Ef ekki væri fyrir opin viðskipti. Það gerði það sem var áður en við gengum í Evrópusambandið. Já, þú veist, þetta er bara, en við hefum verið að smám saman að stíga skref þar sem við erum að opna þessa kanala í hvert einasta skipti sem við tökum slíkt skref, þá batnar lífið á Íslandi vestnar ekki. En það þú ert sammála Bjarni að staðan á Íslandi sé góð. En ákveður viltu hætta því með því að sækja í Evrópusambandið? Ég er ekki að hætta nokkur sköpuðum hlut. Ég er að fylgja eftir, og það var það sem ég var að segja, ég er að fylgja eftir nákvæmlega því að í hvert einasta skipti sem við höfum haft til þess að horfa fram á veginn og líta til langtíma hagsmuna og opna íslenska hagkerfið fyrir meiri viðskiptum að þá hefur fyllt í kjölfarið mikil hagvaxtarskeið, góðir tímar fyrir Íslandi. Opnara sem Íslandi því betra fyrir íslensku þjóðina. Hefur betur staðist COVID eða jarðeldana á Reykjanesi með því að hafa fastgengi í stefnu? Ég held að, sko, það er eitt í þessar umræðu sem mér finnst mjög skrítið og það er að halda að innan Evrópusambandsins sé í fyrsta lagi engin möguleikit fyrir okkur til að taka neina ákvarðanir lengur. Það er mjög skrítið vegna þess að þú ferð til Evrópu og Jesús Kristur, þar er pólitík í gangi í hverju einasta ríki ákvarðanir alls konar framtíða þróun og niðurstaðan mjög mismunandi. Það er eitt. Hitt er síðan að við horfum ekki til þess hverjir hagsmunir lítilla opinna hagkerfa eru, sérstaklega núna þegar verið að grafa undan stofnununum sem að Bandaríkjamenn komu á fót í kjölfar síðari heimsstyrjaldarinnar sem að hafa tryggt okkur frekar en nokkrum öðrum þau lífsgæði sem eru hérna. Hvernig haldið þið að líf á Íslandi væri ef ekki væri fyrir þá byltingu í alþjóðaviðskiptum sem að við upplifðum frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar og þangað til í dag. Já, en við erum núna að sjá að Bandaríkjamenn eru að byrja að vinda ofan og þá þurfum við að horfa til þess að verja þessa stöðu okkar og þetta verður aldrei, þið vitið þannig að þetta sé einhver lausn á öllum vanda. Þetta er spurning veg til að fara og hvor er betri. Það sem Bjarni segir að við erum búin að búa til hérna bara ágætið samfélag. Já. Noreg líka. Að hætta því einhverja... Við erum ekki að hætta nokkur sköpum hlut. Ekki frekar en við gerðum þegar við gengum í EFTA, ekki frekar en við gerðum þegar við gengum... Já, ég veit það. Ekki frekar en gerðist þegar við gengum í EFTA, ekki frekar en gerðist þegar við gengum í EES, ekki sjálfu sér, frekar en þegar við tókum þátt í GATT. Það er glemt í dag. Það nú samt mjög rúmt framsal, það er alveg klárt að það er rúmt framsal sem að fylgir inngöngu í Evrópusambandið á löggjafarvaldi og dómsvaldi og skipti sem að þú eigur samskiptiðin við aðrar þjóðir að þá ertu að gera það á grundvelli einhvers konar mála. Hvað, ertu búin að
Hvor meinur? Þetta til þess að taka ákvörðun hvað það að kjósa. Ég var búin til á Íslandi, ég ætlaði nú bara að taka það fram. Já. Nánu til þig í Norðurmýrinni. Líka ég, og líka Bjarni, en ekki borðið og ekki hljóðnuminn. Og mér finnst gríðarlega mikilvægt að hér sé bara samfélag sem fólk getur haldið að búa til börn og alað upp og þau hafið að minnstu kosti jafn gott ef ekki betra en kynslóðin undan. Og það kynslóðalofurinn sem núna verið að brjóta. Það að segja að kynslóðin á eftir okkur að fara að hafa verra heldur en okkar kynslóð og það finnst mér vera svona stóra viðfangsefni en mér finnst ESB auðvitað meira en viðskiptasamningur og fólk nálgast þetta frá ólíkum sjónarhóttnum í VR eru mjög skiptar skoðanir við gerðum könnun að vísu áður en var ákveð að fara í þjóðaratkvæðagreiðsluna og hún bara alveg eins og þjóðin bara algjörlega eins og þjóðin það nýfjamt já og nei og svo einhver hópur sem óákveðin og mér hefur fundist mikilvægast að halda fókus á kjarasamningum fyrir stjórn VR. Innan stjórnar VR eru líka mjög skiptar skoðanir. Þú ætlar ekki að segja okkur hvað það er að kjósa. Og halda fókus á kjarasamningum og kljúa ekki félagið. Því að það eru svo skiptar skoðanir. Nei, ég er sittjandi sem formaður VR. Ég er fyrst og fremst að tala sem formaður VR. Hvað finnst þér þá verkefnisleiðtoga sem eru með mjög skýra afstöðu? Mér finnst það bara alveg sjálfsagt sko og auðvitað bara gerir það hverju fyrir sig hvort að fólk að fara eftir því sem að félögin þeirra að segja og hvort að tala sem einstaklingar eða í krafti síns embættis. Ég hef einhvern veginn litið svo á og ég siti hérna sem formaður VR og er að tala sem slík og að það sé opaslega mikið verðmætt í því að við sem erum í forystu fyrir VR höldum fókus á því sem okkur er ætlað. Það er að segja á kjarasamningum en síðan auðvitað ef niðurstaðan verður já þá eru þetta okkar verkefni og það á að taka þá hluta þingi ASÍ undir það að ræða samningsmarkmið út frá launafólki og það auðvitað vilja margir að þetta sé bæði já og nei megin sko. Þetta sé einhvers konar svona Excel-skjal sem við getum bara settið inn í og fengið út einhverja tölu og það er niðurstaðan en þetta er ekki þannig spurning. Hún er miklu flóknari, víðfeðmari en það og auðvitað ólíkt hvað er sem fólk leggur til grundvallar sinni ákvörðun hvort að það eru gildi, alþjóðasamvinna, viðskipti, gjaldmiðlinn eða menntun og menning eða hvað annað skiljiði og þetta er bara atriði sem þarf að ræða mjög ítarlega en innan verkalýðshreyfingarinnar skiptir máli að við höldum fókus á réttindi launafólks. Þar hef ég áhyggjur af þessari samstöðu sem er að myndast á milli hluta á jáinu og hluta neinu að helsta vandamál á Íslandi sé vinnumarkaðsmódelið og það verði einhvern veginn að aga launafólk til þess að annarkvort að geta gengið í ESB eða ekki gengið í ESB. Þetta er svona þau atriði sem ég ætla að halda mínum fókus á. En verða áfall ef það kemur já upp úr kossunum? Nei, það er ekkert í sjálfu sér, ég menna það er ekkert í sjálfu sér áfall, það er þá bara einhver niðurstaða sem að verður unnið með og það er alveg sama hjá samtökum atvinnulífsins og hallar að segja að það er ekkert einhver ein skoðun innan samtakana en þó hefur það verið mjög vaxandi efasemdir inngöngu í Evrópusambandið samkvæmt mælingu sem við höfum gert á undanförnum árum og það er mjög áberandi þessir þættir sem að tengjast sko fullveldinu, stýringu, náttúruauðlinda, nýtingu þeirra regluverk, reglubyrði og annað þess sem að fólk nefnir. En ef að það verður já, þá bara heldur lífið áfram og menn vinna með það og það sem er kannski dálítið sérstakt í þessari stöðu og alveg einstakt reyndar í íslenska dæminu er það að þetta hefur aldrei verið gert áður. Það hefur engin ríkisstjórn sem sagt framkvæmt þjóðaratkvæði af þessum toga. Það sem er, já, býtur rólegur. Sko margt gerist yfir langan tíma. Nú erum við stödd hérna árum 2026 og það hefur engin ríkisstjórn haldið framkvæmt þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að kanna hver í pakkanum og lýst því yfir leið að hún mun ekki ljúka samningi ef að mennum lýst ekki á blikuna og mun þá ekki bera samning undir þjóðana. Miklu algengara er að menn byrja á því að vinna meirihluta á þinginu og hafi þannig þing meirihlutan með sér sem ég tel að sé ekki til staðar hér til þess að ljúka viðræðum við Evrópusambandið og bera hann undir þjóðana. Pólitíska ómöguleikinn. Já, það er það sem við ræddum á sínum tíma að við gætum ekki farið í viðræður ef að þingið er ekki með og engin meirihluti og engin vilji til þess að ganga inn raun og veru. Þannig að það sem að kannski ef að jáið verður ofan á, það er það sem að verður dálítið áhugavert að fylgjast með er hvernig fer ríkisstjórn að því að bera uppi viðræður og bera á þeim ábyrgð gagnvart þinginu ef að þingið vill ekki inn og er með miklar efasemdir. Það höfum við hvergi séð. Það hefur aldrei verið látið á það reyna.
Og eins líka ef að ekki tekst að ljúka samningi fyrir næstu kosningar, hvaða staða þá komin upp? Það verður ekki þingið að beygja sig undir meirihluta vilja þjóðarinnar. Ef meirihlutin segir já, verður þingið bara að setja sig við það. En hvað ef að atkvæðagreiðslan fer fram með þeim formerkjum að þetta sé bara til þess að athuga og það getur vel verið að það verði engin samningu gerður, eins og margítrekkað Hver hefur margítrekkað það? Já, ég heyri það frá Þorgerði, ég heyri það frá Kristrúnu. Sko, ég mun aldrei leggja fyrir samning sem ég ekki sátt við. Það það sem maður heyrir alltaf. Held ég að þetta eru risastórar ákvarðanir. Menn getur þetta rætt það hér. Hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla EES-samningi farið? Eða hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla EFTA-samningin farið eða hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla NATO farið? Ég verða viðurkenna, svona spurningar, alveg nákvæmlega eins og Halla var að segja þetta, það eru bara meira heldur en pólitík, það eru svona superpólitískar og við höfum ekki að rætta hérna en það beinlínis þannig að í öllum flokkum bæði já og nei fólk. Öllum flokkum. Og mér finnst samkvæmt skoðanakönnunum þeir allir. Það kjósendur. Og miðflokkurinn ekki margir jáarar það. Já, en samt. Þetta satt fyrir alla flokka. Og þess vegna held ég að þetta sé einmitt spurning. Af því að hún meira heldur en bara ein hlið á henni. Að alveg eins og Halla var að koma inn á hérna áðan, að þá þetta mjög ákjósanleg spurning fyrir einmitt þjóðina að svara. En hvað ætli þið að gera ef það kemur nei? Halda áfram að vinna að hagi íslensku þjóðarinnar algjörlega ótröð. Myndur þú metta þá var þetta mál eiginlega dottið að dagskrá allavega næstu 10 árin? Já, ég myndi nú halda það og jável lengur. Þannig að, en ég held bara áfram að sinna mínum störfum og reyna að alúða að vinna því að bæta hér lífskjör. Verður þú þá ekki tiltölulega sátt við nei, Halla, því að þá dettur þetta mál út á dagskrá og þú getur rætt kjarasamninga, húsnæðiskerfið og vinnumarkaðsmódelið og alveg í friði fyrir Evrópumálum. Ég get allavega sagt að þegar að þessi tímasetning var ákvörðuð þá fannst mér hún óefleg og út af kjarasamningum og þeirri stöðu sem að teiknast upp í haust. Ég ekkert á móti því að þjóðin sé spurð og í sjálfu sér hefði að mörguleiti verið ágætt að það hefði verið gert í hruninu, vegna þess að þá var í rauninni farið að stað í umsóknarferli sem að vantaði umboð fyrir og það var bara mjög erfitt pólitískt og þannig ég ekkert mótfallin því, Það er auðvitað bagalegt að þessi niðurstaða verður svo rosalega mikið 50-50 eins og séð annars staðar. Ég bjó nú í Bretlandi þegar Brexit-atkvæðagreiðslan fór fram og það var ekki auðvelt, það hefur ekki verið auðveld vegferð, óháð, þá er ég ekki að tala um Brexit per se, heldur bara þessi niðurstaða, þetta svona ofboðslega mjótt á munum. Þannig mér finnst svona ábyrgðar hlutin að vinna á þeirri stöðu. Nú ef að jáið verður ofan á, þá eru þetta verkefnið að tryggja það að hagur, réttindi og kjör launafólks batni við þessa eingöngu en vestni ekki. Þið veitir, það er markmiðið og þá bara einbyttum við okkur því og það er bara fullt af öflugu fólki með mér inn í vegferð tilbúið í þá vegferð og það því að komið inn að frá skipta skoðanir inn í flokkum og inn í félögum og inn í samtökum atvinnulífsins og verkefnishreyfingunni en síðan held ég að sé stór hluti af þessu fólki það sefur á nóttunni hvor sem niðurstaðan en svo eru þetta fólk sem sefur ekki á nóttunni eftir niðurstöðu og mér finnst bara svona verkefni vera að reyna að halda svona svolítið jafnvægi og balans í þessu og tryggja að þær ákvarðanir sem hér eru teknar verði til góðs. Þetta góð lokaorð í þessari umræðu. Bjarni, Daði Már og Halla, þakka ykkur fyrir komuna og hér á eftir koma til okkar Eyrún Magnúsdóttir, Margrét Tryggvadóttir og Þóra Jónsdóttir ætlum að ræða íslenska fjölmiðla. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hótel Bjarkalundur.
Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund. Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is